Komið sælar og blessaðar, kæru vogir. Þá komið að lestri fyrir ykkur, en áður en ég les, þá langar mig að minna á bókina mína sem ég er ennþá með til sölu. Ef þið eigið tarotspili að þekki einhvern sem á spil og vantar íslenskar einfaldar skýrar leiðbeiningar, þá er þetta bók sem ég bjó til upp úr námskeiðum sem ég var með. Ég tek hvert spil fyrir sig, útskýri það mjög vel og síðan er pláss hérna fyrir ykkur sjálf til að punkta við, og síðan hérna aftast eru nokkrar lagnir. Þannig að ef þið hafi áhuga þá er bara að hafa samband við mig í Messenger á miðlun og heilun, og ég get bara sendt þetta létta hefti hvert á land sem er og jafnvel erlendis ef að þannig ber við. Ok, takk fyrir þetta. Og þá er bara komið að lesturinnum ykkar, kæru vogir. Ég sá að hérna vantaði kerti. Ljóslaus megum við ekki vera. Og síðan ætla ég að kveikja hérna á smá reykelsi. Spilin ykkar eru falleg og þau byrja á spilinu sem heitir Kraftaverk. Þannig að kæra vog, það er kraftaverk á leiðinni til þín. Hvað ertu búin að vera að biðja um? Hverju ertu búin að vera að vonast eftir? Er það stórt og mikið, eða er það bara eitthvað smáatriði sem að skipti þig miklu máli? Kraftaverkin eru handan við hornið, svo lengi sem að þú sleppir óvissu og ótta varðandi þau. Fylgstu bara með þeim og takt á móti þeim þegar þau sýna sig. Stundum eru kraftaverk í mjög svona taka á sig skrítin form, eða eitthvað sem að þér finnst vera skrítin form. En oft er það þannig að við leiðum að fyrir að taka eftir litlu hlutunum í lífinu, þá er eins og þeir vaxi og skipti meiri máli og verði dýrmætari. Ok, það er bara verið að benda þér á það að kannski eru bara mörg lítil kraftaverk að verki í lífiðinu án þess að þú áttir þig á því. Opnaðu bara hjarta, slepptu óttanum og reyndu að horfa á lífið bara með þeim augum að það séu kraftaverk að koma til þín á hverjum einasta degi. Þú getur jafnvel séð hlutina þannig að bara það að þú vaknir á morgnana og opnir augun sé kraftaverk. Allavega, þá virðist allt vera svona með góðum, kyrrum kjörum í lífiðinu og þú ert svona í andlegu góðu jafnvægi, virðist vera. Svo færðu þetta spil hérna sem heitir Trader eða kaupmaður. Það að skiptast á orku til að búa til allsnægtir er það sem þetta spil gengur út á. Og þessi kaupmaður sýnist mér að selja teppi og púða og eitthvað annað fallegt. Hvaða hæfileika hefur þú sem þú ert ef til vill ekki að nýta akkurat núna, sem að gæti nýst þér vel og fært þér eitthvað sem að þig vantar? Nú er ég að tala um einhvers konar skipti vinnu, eða bara það getur bæði verið þannig að þú hreinlega hafi samband við einhvern og segir hérna, ert þú til að gera þetta fyrir mig, ég get gert þetta fyrir þig í staðinn.
af því þú veist að ég er góður í því. Svo getur þetta líka verið það að því meira sem að þú svona opnar á hæfileikana þína, notar þá og dreifir þeim út í alheiminn eins og við segjum, og þá fer alheimurinn að senda þér allskyns hluti í staðinn, ef þú skilur hvað ég er að meina. Þannig að það eru orkuskiptin sem að þetta snýst um. Þetta spil er líka að biðja þig að horfa svolítið á það hvernig þú kemur fram við aðra. Þessi ungi kaupmaður er með höndina á hjartanu, sem að fyrir mér táknar einlægni og það að hann beri virðingu fyrir þér, vinnunni þinni, leið hann beri virðingu fyrir sjálfum sér og vinnunni sinni. Og það er einhver svona einlægni við þetta. Bara hér er það sem ég hef að bjóða, viltu þiggja það af mér? Og getur þú ef þú vill boðið mér eitthvað í staðinn. Mátt skoða það sem sagt, í þínu lífi, hvernig kemur þú fyrir sjónir, hvernig kemur öðrum fyrir sjónir. Ert þú sá sem mætir alltaf á svæðið og slærð þig með peningum eða flottheitum? Ert þú sá sem ert einlægur og bljúgur og býður fólki að þiggja af því, kannski því litla sem þú hefur? Eða ertu ef til vill í því hlutverki að vera þiggjandi? Að koma alltaf og ætlast til þess að aðrir gefi þér eitthvað? Þetta er svona innihald þessa spils. Það þarf að vera jafnt flæði á þessum hlutum. Annars fer fólki sem á í samskipti við þig að líða eins og þú sért að fara á bak við það eða þú sért að nota það á einhvern hátt, notfæra þér góðmennsku þess kannski. Og þegar ég er að tala um þessi orkuskipti þá er ég ekki að tala um fjármuni, þó að það geti vissulega verið líka partur af þessu. Þetta er mestmegnis svona bara, mestmegnis varðar þetta hæfileika og svona framkomu við aðra, kannski pínlítið. Ef að þér líður eins og þig skorti ákveðna hluti eða að það sé skortur í lífið þínu af einhverjum ákveðnum hlutum, spurðu sjálfa þig þá, hvað geti ég gert til þess að auka flæðið? Í staðinn fyrir að spyrja hvernig get ég fengið aðra til þess að gefa mér þetta? Eða hvar get ég fengið þetta fyrir peninga? Ok. Já, svona grunnurinn í þessu spili er eiginlega bara að fara vel með orkuna þína og eiga nóg fyrir sjálfa þig og nóg til að gefa öðrum og sjá til þess að það sé jafnt flæði í gangi á milli þín og annarra. Næsta spil talar svolítið inn á þetta líka með því að biðja þig að sjá sannleikann í því sem þú ert að fást við, að nota hyggindi og eins og við segjum oft bara á ensku common sense, sem eru bara almenn skynsemi, og láta ekki gabba þig. Þú þarft að vera vakandi og hlusta á innsæið. Ok. Þetta var þetta við í öllum viðskiptum og öllum orkuskiptum. Kannski hefurðu lent í slæmum hlutum. Þetta er þetta að koma upp hérna til að minna þig á að nú veistu betur.
það sem að fangar alltaf augun mín þegar ég horfi hérna við spilin, það er bara þessi einlægi maður hérna. Og það er eins og vil ég segja eitthvað við mig eða við ykkur. En þið kannski finna út úr því sjálfar. Kæru vogir. Ok. Þannig að kraftaverkin er á leiðinni. Passaðu upp á orkuskiptin og látt ekki gabbast af því sem að ekki er allt gull sem glóir, sko. Ekki taka öllum gylliboðum. Vertu svolítið snjall og notaðu heilbrigða skynsemi. Það er eiginlega svona innihaldið í spilunum. Þetta getur átt við vinnuna þína, þetta getur líka bara átt við þitt prívat og persónulega líf. Allskyns samskipti eða sambönd í þínu lífi. En ég held að þessi kraftaverk sem við erum að tala hérna séu tilkomin vegna svona innlægni þinnar eða vegna þess að þú ert virkilega tilbúin að taka á móti þeim. Ok, svo færðu hérna fallegt spil sem heitir hvíld. Já, hvíld er nauðsynleg. Hvíld og slökun er nauðsynleg. Við höfum öll þessa grunnþörf að taka okkur hlé af og til, taka pásur. Þannig að kannski ertu akkurat að fara í frí þegar þú færð þetta spil. Eða þá að þú ert orðin langþreytt, kæra vog, á vinnunni þinni, á einhverjum erfiðleikum sem eru búin að vera að slega þig. Þannig að það er komin tími á hvíld og mér sýnst þetta að vera falleg hafmeyja sem að liggur hérna í þessum fallega græna heilunar lit. Hvort sem að slökunin þín tengist sjónum eða ekki því að nú er Seifur hérna líka. Heitir hann ekki Seifur? Seifur og Neptúnus, jú. Það er einhver tenging hérna við sjó. Þetta ertu búin að vera svo lengi við sjóin að þú ert að verða hafmeyju. Þarf kannski að taka smá breyk frá því. Nei, ég segi bara svona. Eða að slökunin þín tengist á einhvern hátt. Nærverunni við sjóin. Allavega er þörfin greinileg. Svo færðu hérna englaspil. Já, hvað þetta er skemmtilegt. Þetta spil talar akkurat inn á það sem að hann hérna, einlægi gaurinn, er að segja. Að gefa og þiggja og líka með kraftaverkin, sko. Alheimurinn vinnur þannig að hann er eins og öndunin þín, innöndun og útöndun. Gefa og þiggja, gefa og þiggja. Þegar þú bara gefur eða bara þiggur, þá verður ójafnvægi í önduninni og önduninni hjá alheiminum. Til þess að þú haldir heilsunni þinni, orkunni þinni og öllu því í jafnvægi, þá þarf hver innöndun í lífið þínu að hafa líka útöndun. Það er þess að þarf alltaf að fylgjast að. Þetta flæði þarf að vera jafnt. Það er enginn að segja, og farðu nú ekki að stressa þig eitthvað á því, kæra vog, að þetta þarf að vera eitthvað fullkomið. Það er bara auðveldast held ég að líta á þetta sem bara eitthvað skona verkefni, eitthvað sem þú þarft að minna þig á. Og eitt sem ég glemd að minnast á hérna áðan varðandi slökun hérna og hvíld, að þetta tengist auðvitað því að það er einhvers konar ójafnvægi búið að vera.
kannski vinnan þín búin að vera hlutfallslega mun meiri, að taka frá þér mun meiri orku heldur en svo fríið þitt á móti. Og það aftur verið að tala þetta ójafnvægi hér. Þannig að þetta eru mjög skýr skilaboð. Það eru staðfestingar á alla bóga. Og kæra Vog, þú mátt gera kröfur. Þú þarft ekki að taka öllu eða kaupa allt eða láta gabba þig út í allt. Fylgdu einlægninni. Kæru Vogir, þetta var bara fallegt. Falleg skilaboð til þín í dag. Ég vona að þú fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri. Nú ef ekki, þá vona ég að þú hafir haft bara pínu gaman á honum. Ég þakka þér kærlega fyrir að horfa og hlusta og ég óska þér alls hins besta. Ljós og kærleikur.